Nú ætla ég að fjalla sjálfvirk svör í Outlook, en við þurfum öll að kunna það þegar við förum í frí. Við skulum ímynda okkur að ég ætla að taka frí á milli jóla og nýjárs, eins og margir eflaust gera, eða réttar sagt eftir áramótin. Ég ætla að fara hérna að velta fyrir mér að taka frí 2. og 3. janúar. Þá smelli ég hérna og segi hérna frí sem texta, og þetta þurfum við að gera svo að símaveri sjái að við erum fjarverandi. Við ætlum að hafa þetta frá 8 að morgni til 16 að degi til, og það sem við þurfum að passa okkur á, að ef við veljum hérna heilstags viðburður, þá breytist þetta í að vera laus. Skiljum þetta ekki alveg, en við þurfum að vekja athygli á því að það þarf að merkja við að þú sért upptekinn. Síðan vistum við og lokum því, og þá fer þetta inn í dagbókina, sjáum hérna uppi. Og síðan þarf ég að setja inn sjálfvirkt svar, og þá fer ég hérna upp í vinstra hornið og segi skrá og sjálfvirkt svar. Og hérna þurfum við að stilla dagsetningu. Ef við slökkum á þessu hérna, það er ekki senda sjálfvirkt svör, eða kveikjum á því og aðeins miðað við þessar tímatakmarkanir, þá förum við hérna í janúar 3. klukkan 8 að morgni, og þess að ljúka 4. janúar klukkan 16. Og textin sem ég valið að hafa er í fríi, viljast að hafa sambandi þjónustuborð, síma 411 1900, eða sendi póst á utm@reykjavik.is. Nú þið sjáið að ég hef litað þetta rautt, það er hérna editor með, þið getið farið hérna og valið hvaða lit sem þið viljið. Þið getið valið hvaða letur sem er, í hvaða stærð sem er, og hérna ýmsir aðrir eiginleikar. Vert að benda á það að þetta svar á við ef að ég fæ póst innan eigin fyrirtækis. Við getum líka stilt hérna annað skeyti sem svar við pósti utan fyrirtækis, en það verður hver að meta fyrir sig hvort það vilja hafa. Síðan segjum við hérna einfaldlega í lagi, og þá er þetta sjálfvirka svar tilbúið á þessum tiltekna tíma sem hér er tilgreindur, og við þurfum ekki að hafa frekari áhyggjur af því. En gott er að setja þetta inn leið og þið takið ákvörðun að taka frí, því að þegar þið að fara í frí þá munið ekki eftir.